Hvað stjórnarskrá í þínum huga? Í mínum huga stjórnarskrá, hún snýst leikreglur. Hún það sem að kalla á erlendum tungumálum grunnlög og með því að setja stjórnarskrá þá erum við að setja þjóðfélaginu helstu leikreglur. Við erum að draga línur og það má segja að við börn nútímans, við viljum líka tryggja það að börn framtíðarinnar og þau falli ekki ofan í brunna og þess vegna þarf að byrgja brunna. Annars vegar að koma í veg fyrir vissa hluti og hins vegar að skapa rými og frelsi til þess að fólk geti leitað hamingjunar og notið lífsins og verið frjálst að því marki að það skaði ekki aðra. Það sem að þeir eru búin að gera hingað til, heldur að þið komið til með að leggja fram plagg sem að uppfyllir þetta hvoru tveggja? Ég vona það. Við erum annars vegar, ef við nota aðra líkingamynd, þá erum við svona að setja fram svona draumsýn eða framtíðarsýn og hins vegar erum við að tala tiltekna hluti sem að hafa farið úrskeiðis og þess vegna viljum við hnykkja á vissum þáttum í stjórnarskránni. Þannig að hún verður ekki bara almennt orðuð, heldur líka sértæk í orðavali og ég held að það ekki hægt að gera stjórnarskrána annarkvort eða, hún verður að vera bæði og þetta. Framtíðarsýn, kannski í vissum skilningi svona draumsýn en líka byggð á veruleikanum. Vinnan hérna í nefndunum, getur þú lýst aðeins hvernig fer hún fram og hvernig náið þið niðurstöðu? Já, við vinnum út frá texta, við byrjum með texta á tjaldi, notum myndvarpa og síðan ræðum við textaafbrigði og hugtök og orð og merkingu orða og við komum okkar eigin reynslu, ræðum skilning okkar á þjóðfélaginu og lögum og reglum. Við lítum í núverandi stjórnarskrá og við skoðum stjórnarskrár annarra ríkja. Við hlustum á raddir fólks utan úr bæ sem sendir inn erindi eða hefur sendt okkur bréf eða skeyti eða í prívatsamtölum. Þannig að þetta svona spurning að vera vakandi með eyrun opin og augun og finna sameiginlega niðurstöðu. Nota þær gáfur og þekkingu sem í nefndinni til þess að semja texta sem að stenst tímans tönn. Viltu eitthvað spá fyrir það á þessum tímapunkti? Hvernig plaggið ykkar, hvernig þjóðin kemur til með að taka því og Alþingi? Ég eiginlega sannfærður að þjóðin muni taka þessu vel. Það kann að vera að einstakir hagsmunahópar muni svona ráðast á tilteknar greinar. Eins og gengur, enda snýst þjóðfélagið þræðu hagsmunabaráttu. Þannig að eitthvað verður það, en ég held svona að þjóðin, ef maður talar almenning, þá held ég að fólk muni yfir höfuð fagna þessum texta eins og hann lítur út í dag og batnar með hverjum deginum. Viltu nefna eitt ákvæði sem komið fram sem að þú telur, svona þér hjartafólnast? Já, það eru til dæmis atriði sem varða mannréttindi og náttúruna. Til dæmis það að við segjum í áfangaskjali að náttúran skuli vera friðhelg og sé friðhelg. Við gerum henni hátt undir höfði og gerum síðan alla ábyrga fyrir því að vernda hana og varðveita hana. Það svona það sem við kemur í hug núna og svo eru mjög margt í mannréttindakaflanum sem til bóta. Bæði varandi kröfur til hins opinbera upplýsingagjöf og það að það vaxi hér gegnsæi í öllu þjóðfélaginu og þannig að ég held að mannréttindakaflinn sé ákaflega merkur þó að í núverandi stjórnarskrá sé hann yngstur og við heldum jafnvel að þyrfti minnst að breyta, þá erum við nú búin að sitja vikum saman yfir þessum kafla og bæta hann verulega. Þín upplifun af öllu þessu starfi, geturðu sagt okkur frá henni? Þetta nú eiginlega bara ævintýri að fá að taka þátt í þessu og mér finnst á köflum að ég sé komin í háskóla á ný og í alveg nýtt fag. Það er gaman að vinna með fróðu fólki og greindu og fá að taka þátt í þessum umræðum. Þetta fræðandi og skemmtilegt og svo líka eru forréttindi að fá að hafa áhrif á þennan texta og þau réttindi sem við erum að reyna að tryggja í nýrri stjórnarskrá.